Fólk fer náttúrulega ólíkar leiðir inn í þetta kerfi. Það eru TPO-stöður og það eru sjálfboðaliða stöður. Það eru margir sem að fara þá leið og þá er það oft í gegnum ráðuneytin heima fyrir og í gegnum í rauninni þarlend stjórnvöld sem að stöður eru fylltar og það eru þá oft junior stöður. Það er mjög algengt að fólk fari þannig inn. En önnur leið eru þessi viðbragðslistar. Ég held að norska flóttamannahjálpin sé með slíkan lista, Rauði krossinn með slíkan lista líka sem að veitir þá mjög viðlíka þjálfun og hagnast og nýtist manni ef maður ætlar seinna út í störf fyrir Sameinuðu þjóðirnar. En ég myndi kannski fyrst og fremst mæla með því að vera próaktífur, að velja sér nám sem að leiðir til einhvers, hringja, taka þátt í sjálfboðastarfi, taka þátt í klúbbum, í skóla, hvort sem það er menntaskóli eða háskóli. Og enn og aftur, það sem hefur reynst mér vel gegnum tíðina í rauninni bara að taka upp símann og leita sér að upplýsingum og oft vill að enda þannig og það hefur gert það hjá mér að persónan á hinum enda símalínunar, að hún skynjar áhuga, hún skynjar hæfileika og brennandi áhuga.